Jæja. Ég kom með niðurstöðurnar úr legvatnsástungunni og eftir að hafa farið yfir niðurstöðurnar 3 sinnum þá eru þær því miður jákvæðar. Hann mun verða rauðhærður og hann verður það allt sitt líf. Og eins og prófið hér gefur til kynna þá eru 93% líkur á því að hann verði einnig frekknóttur. Ég veit að þetta er ákveðið áfall að heyra þetta en við erum með mörg úrræði í boði fyrir foreldra í ykkar stöðu og ég hvet ykkur til að kynna ykkur stuðningshópana sem eru í boði. Þetta er allt í lagi. Ég mun alveg elska hann. Hann laði hann aðra hverja helgi. Finnst þú skítuga innan? Það er að bíða eftir sig allt kvöld. Er það? Katti. Ég kem. Rétt eftir að þú undirritað þessa pappíra. Hvað er þetta? Þetta er samþykki fyrir því að þú, Áslaug Fjóla, gefi leyfi til að samruna kynfæra okkar á mismunandi vegu þar til að ég eða við bæði fáum fullnægingu. Hér eftir þekkt sem kynlíf. Ertu að grínast? Nei, maður getur aldrei farið óvarlega og þetta skjal sýnir fram á að við vorum bæði samþykk þessum verknæði. Er ekki að gefa í skyn ákveðið samþykki? Ég meina þið geta snúist hugur á morgun og þá erum við bara með orð á móti orði og það heldur ekki vatn í neinum réttarsal. Ok. Uppastafi hér og svo undirskrift og staður á dagsnum. Varstu að pæla í ykkur forleika eða vildur þú bara beint í þetta? Ég er nú að pæla í að hita okkur eins upp, sko. Ok, smá meiri pappír. Þú bara hakar við það sem þú vilt. Vilt að ég tali dónalega við þig, vilt að ég snerta okkurna parta eins og brjóstrass eða eins og læri kynfæri og bara ok. Glæsilegt. Heyrðu, þú manst þetta Sigurbirni og Hannesi frá því fyrir í kvöld. Þeir ætla að votta pappírna fyrir okkur. Getur ekki bara drifið þetta af? Já. Kottur þessum fötum. Hei. Hei. Langar svolítið töff. Já. Pappi, viltu lesa Mjallhvíti? Já, Mjallhvít. Já, þetta er núna gömul og góð saga. En ég má eiginlega ekki lesa hana fyrir ykkur. Ég ætla að lesa í staðinn eina uppfærða útgáfu sem ég á hérna. Þessa hérna. Einu sinni fyrir langa löngu eignaðist drottning dóttur. Hún var kölluð Mjallhvít. En stuttu eftir fæðingu þá deyr mamma hennar. Árið eftir kynnist kóngurinn annarri drottningu. Þessi nýja drottning átti töfraspegil sem hún talaði við. Hún spurði spegilinn: Spegill, spegill, herm þú mér, hver á landi fegurstur? En spegillinn vildi ekki svara spurningunni þar sem að útlit og holdafar skiptir ekki máli þegar kemur að manngerða einstaklinga. Spegillinn sagði að hann tæki ekki þátt í útlitsstyrkunni sem hefur heltekið vestræna menningu sem er hluti af klámmenningu fjölmiðlanna sem elur á úreltum staðalímyndum kvenna og gefur einungis feðraveldinu og nauðgunarkúltúrnum berundi báðavangi. Mjallhvít fór út í skóg til þess að hitta dvergana 8. Voru þið ekki 7? Nei, þeir voru 8. 4 stelpudvergar og 4 strákadvergar. Mjallhvít og dvergarnir voru úti að skemmta sér. Mjallhvít hitti prins kvöldið. Nóttin var stjörnubjört og gullfalleg. Fuglarnir sungu og höllin stóð tignaleg yfir konungsríkinu. Prinsinn horfði djúpt í augun á Mjallhvít og hún brosti til hans.
Hann tók í hönd hennar og hallaði sér nær vörunum hennar til þess að kissa hana góða nótt. En prinsinn var ekki búinn að fá já. Hún sló prinsinn utanundir og kallaði hann viðbjóð. Hún kærði hann fyrir kynferðislegt áreiti og hún gifti sig aldrei þar sem hún er sjálfstæð kona og hún þarf ekki að vera háð neinum karlmanni. Býtu, ert þú flugstjórinn? Já, það er ég. Já, alveg rétt. Pabbi, pabbi! Já, Má ég fá ís? nei. Pabbi, pabbi! Hvað? Gef mér snúði í drefi. Færð ekki snúð. Það er kvöldmatur á eftir. Pabbi, pabbi, pabbi! Ég er að reyna að horfa á leikinn. Á ég að sprengja húsið? Dæði, mamma! Hættu svo láttu, drengur. Pabbi, pabbi, pabbi! Hvað? Má ég fara út að leika? Já, í guðanabæni, farðu út. Ertu komin í kvöldmat? Tjúvill hefur átt að kyngja þessum. Gjörðu svo vel, vinnur. Hvað er þetta? Æ, bara smá desert og afgangar fyrir þig. Þú veist ég á mat heim, veitu, er þetta spóla? Og er þetta skriftið hans pappa? Hann vildi þú fengir hana. Ég hef aldrei séð hana. Kíktu bara á hana þegar þú kemur heim. Ó, ok. Ert svo líkur honum pappa þín. Já, ég hef aldrei heyrt það áður. Herru, sjáumst þetta helgi, mamma. Þetta er í gangi núna. Já, það er í gangi núna. Já, ok. Sætsónur, þetta er pabbiðin hérna. Kannski tókst þetta því. Það er örugglega árið 2000 núna og það eru til fljúgandi bílar og Arnold Schwarzenegger er ennþá að leika Terminator. Og ég er pottþétt dauður á þessum tímapunkti. En ég bjó til þetta myndband fyrir þig sem svona leiðavísi á hvernig þetta var hérna í gamla dag og hvernig á að gera hlutina. Komdu með mér, ég ætla aðeins að sýna þér hvernig þetta var. Þetta er félaginn minn hérna, Mikki. Ég ætla aðeins að sýna þér mjög mikilvægan hlut. Kókaín. Þetta er hlutur sem þú þarft að læra hvernig á að gera rétt. Þú verður að drífa þig. Vil ekki missa opninni eins og í fyrra. Nei, ég veit. Ég er bara til að setja andlitið. Segir þú ert ekki að svona byrju? Jú, ég er alveg að vera búinn. Það er búinn. Já, sjáðu. Getur ekki að svona fyrir mig? Já. Sko. Trixið er að standa alveg bein. Olnbúina svona inn, við þétt upp að þér. Ok. Svo andar þér djúpt, beigðið fram í mjöðmannum og bara dundrar eins fast og getur, beint á lakið. Ok? Ok. Bakaradrengurinn var spenntur að byrja daginn á því að baka kökur með hérastu bakara. Hann var búinn að taka saman egg, smjör, kíló af hveiti og aðeins lítinn pipar eins og honum hafði verið ráðlagt. Hann flautaði á leiðinni í gegnum skóginn og dýrin í hálsargói flautuðu með. Ó, hvað þetta verið góðu dagur, hugsaði bakaradrengurinn rétt áður en hann beygði sig fyrir hornið sem leiddi hann til hérastubs bakara. En hins vegar hafði heilbrigðiseftirlitið komið í handahófskennda heimsókn morguninn og lokað bakaríinn þar sem almennt hreinlandi var mjög ábótavant og undir öllum heilbrigðisstöðlum sem að matvælaeftirlitið starfar samkvæmt. Ætlaðu ekki að baka? Nei, hann var náttúrulega með bakaríi út í skógi, örugglega inn í einhverju tré. Myndið þú vilja borða þar? Nei. Allavega.
Við þessa heimsókn heilbrigðisfulltrúans í Hálsaskóg kom einnig í ljós að Hérastubbur var með útrunnið veitingaleyfi og því ekki með leyfi frá sveitarfélaginu til þess að vera í atvinnurekstri og bakaradrengurinn var ólöglegur innflytjandi með enga kennitölu. Hann hittist Vulgas og var frá Albaníu. Ætlaði ekki að syngja piparkökulagið? Nei, hann Hérastubbur var ekki rétthafinn á því lagi og hann skuldaði tugir þúsunda í stefgjöld. Passar. Sæll. Þú ert nýr hérna ekki? Jú, ég nýji maðurinn. Veist það homm með að vinna hérna? Nú. Hver það? Segja það hver kissum mig. Ok. Lárus minn, í síðasta skipti, þetta er ekki huliskekkja. Ég get séð þig. No Jacket Required er besta plata sem hefur nokkuð tíma verið gerð. En það eru aðra plötur sem er alveg mjög fína líka. Cyndi Lauper, hún er eflaust ennþá... Mundu það líka, ef þú ert að fara inn í bæ og hitta konur, veldu konunar sem er í hvítum buxum, af því þú veist að hún er ekki að tú. Hún myndi ekki taka áhættuna. Og þú sér líka hvernig hún verður blöyt. Já, hvað skrifa nokkur ráð fyrir því líka. Svona sem ég hef lært í gegnum lífið. Til dæmis, ef kærasta einn spyr þig hvort hún sé feit, segðu já, þá líður henni illum sjálfa sig. Ólíklega er hún hætti með þig. Hvað er í gangi? Ef þú ert losaði við stípla nef, það jafnast ekkert á við kókaín. Ef fólk heldur að þú sért samkynhneigður, ekkert sannaða meira að þú sért ekki samkynhneigður eins og að ríða kallmanni og fá það ekki. Hættu þessu. Ég hætti þessu. Hún ætlar eins og lítil kettling. Dauður, aftur. Þegiðu. Djöfulli var ekki að taka þig, alveg eins og tók mömmu þín í gær. Þú ert bara lítill strákur, býðið enda á pottið á mömmu þín og pappa. Þetta er fullorðinsleikur. Ha, litla kríli. Farðu að leika við Barbie eða þú höndlar þetta ekki. Bam, dauður aftur. Pabbi, getur það hætt þessu? Þú ert bara tapsár. Ég get ekki hætt þessu. Vertu það bara betri í tölvuleikjum. Ég var að spila þessa tölvuleiki á meðan þú varst í eistun á mér. Ég hringi mömmu. Ekki hringi mömmuna, please. Nú þegar Rauðhetta var komin með fallegan vönd handa ömmu sinni, rölti hún á stað og leið ekki á löngu að hún kom að húsi ömmu sinnar. Hún bankaði á dyrnar og úlfurinn svaraði: Kom inn! Ó, ert það þú, elsku Rauðhetta mín, sagði úlfurinn. En sætt að þér að koma. En, sagði Rauðhetta, af hverju ertu með svona stór eyru, amma mín? Ha, er ég með stór eyru, spurði úlfurinn, sár. Og amma, af hverju ertu með svona stór augu, spurði Rauðhetta. Ég get ekki gert að því hvernig ég lít út, sagði úlfurinn og hljóp grátandi inn í kústaskáp. Í þeirri andrá kom amma inn. Hún skammaði Rauðhettu fyrir að benda á hluti sem úlfurinn gat ekki stjórnað. En af hverju er úlfurinn í náttkjóla þér, spurði Rauðhetta. Það er vegna þess að hann er transúlfur, sagði amma. Hann hefur átt í miklum kynáttunarvanda í gegnum árin og hann hefur upplifað sig sem úlf í röngum líkama. Hún er komin úr kynleiðréttingu og hormónin er að taka sinn toll. Hún heitir Úlfína. Úlfurinn er ekki strákur. Nei, hann er kvennúlfur fastur í karl líkama. Hann passaði bara ekki inn í þessu félagslegu stöðluðu kynjahlutverk sem að samfélagi reynir að tróða ofan í okkur.
Jesus Christ, þeir næst jafn þröngsýnar og Rauðhetta. Amman útskýrir fyrir Rauðhettu að hún og úlfurinn eru par. Amma komst að því að hún er lesbía og hún heillaðist af úlfínu eftir að þau hittist á bar fyrir samkynhneigða og transgendir íbúa skógarins. Borðaði úlfurinn ekki ömmuna? Úlfurinn hefur borðað ákveðna hluta af ömmunni en ég ætla ekki að fara nánar út í það. Úlfurinn og amman giftu sig og lifðu ekki svo hamingjusöm til æviloka, þar sem að skórinn var mjög þröngsýnn og ekki umburðarlyndur fyrir óhefðbundnu fjölskyldumynstri. Endir. Þið voruð þarna í fyrra? Jú, við vorum að þessu hóteli, sama hóteli. Já, ok. Hvað heitir þetta hótel? Place de Mar. Þetta var komið með okkur, þetta er geggjaðir staðir. Það eru 5 mínútur niður á strönd og næsta gatan við er svona aðalverslunargatan með öllu veitingastöðunum og bara awesome, sko. Frábært. Heyrðu, í þessari tösku, það er allt sem þið þurfið. Það eru þurrkurnar og teppið hennar. Þið veit bæði hvernig hún getur verið, hún er alveg svakalur orkupolli. Jú, ég veit allt um það. Ef hún er erfið að sofna á kvöldin, þá það sem ég geri, ég bara breiði teppið yfir hennar og slokknar alveg á henni eftir svona 20 mínútur. Ég skrifaði líka smá lista yfir, dagskrána okkar úti. Þannig að þið vitið svona nokkurn veginn hvar við erum. Það eru kontaktupplýsingar á hótelið, það eru uppáhalds veitingastæðina allir listaðir. Ég verð alltaf með gemsan minn á mér. Nonni. Þetta er allt í lagi. Hún er í góðum höndum. Já, ég veit, málið er ekki að ég treysti ykkur ekki, treysti ykkur fullkomlega, en það er bara, ég hef aldrei farið frá henni svona lengi og Já, ég skil það alveg, en þið bara njótið frísins og þið eigið það rosalega skilið. Já, ég ætla bara að segja bless. Já. Kalla mín. Sjáumst aftur þetta helgi. Þetta er góðið. Ok. Sjáumst, kall mín. Gerðu það. Takk fyrir þetta. Við sjáumst, Dísa. Sjáumst. Bye. Hæ, ástin mín. Eigum við að leika? Viltu fara í Call of Duty eða FIFA? Förum í Call of Duty. Og við ætlum að segja, ætlaðir ekki að syngja piparkökulagið? Ætlaðir ekki að syngja piparkökulagið? Þetta er enginn dauðadómur og hann mun alveg vera venjulegt barn upp á vissu marki. En hann verður alltaf öðruvísi. Ó, elskan mín. Þú ert bara tapsár. Getum við hætt þessu? Vertu það bara betri í tölvuleiki. Ég var að spila þessa tölvuleiki á meðan þú varst í eistunum á mér. Það var mjög töffið þér. Ok. Það var svolítið mikið sko. You're a goddamn business lawyer, man. Act like it. Veitu það líka, það eru aðra plötur með Phil Collins. Það eru ekki að góðar og No Jacket Required. En, til dæmis, Hello, I Must Be Going. Solid plata hjá Phil Collins, as usual. Phil Collins er ekki tónlistar maður, þetta er ideology, þetta er heimspeki. Þú vill hefur átt að kyngja þessum. Mér finnst þú skítugu innan. Jæja, sonur. Þá er komið að almálinu. Kynlíf. Alltaf nota smokkinn. Alltaf. Ég hef fengið hluti sem ég vil ekki sem tala um. Til dæmis þig. Það þarf enginn að vita þetta. Það þarf enginn að vita þetta. En allavega. Ég fekk Stínu frænku til að hjálpa mér aðeins í þessu. Sýna þér. Hæ, pabbi minn. Láttu Vika fá vélina. Nei. Jæja, sonur, ég ætla að sýna þér nokkur trikk hérna. Nei. Af hverju bjóstu til
þetta myndband?